komið sæl. Enn ávarpa ég ykkur með stuttum pistli í framhaldi af fyrri pistlum og vil nota tækifærið til þess að þakka þá umræðu sem fyrrverandi forsetar hafa sett fram í aðdraganda þeirra kosninga sem bíða. Ég þakka vegna þess að þeir hafa báðir, Guðni og Ólafur Ragnar, komið fram með rök sem ætti að vera okkur öllum til umhugsunar. Ég þess vegna kem aftur að því sem mér finnst afskaplega alvarlegt, að við stöndum frammi fyrir því á höfuðdag að taka ákvörðun sjálfstæði Íslands. Við stöndum frammi fyrir því að þjóðin í alvöru að hugsa það að kjósa já með tveimur hópum, þeirra sem eru ákveðnir að ganga inn í Evrópusambandið og hinna sem vilja skoða hvað í pakkanum. Og mér líður illa þegar ég hugsa til þess að þrátt fyrir þessa góðu framgöngu fyrrverandi forseta, þá eru við með ríkisstjórn og forseta sem eiga að standa vörð sjálfstæði landsins. Við erum með Alþingi sem hefur ekki meirihluta til þess að fara fram í þessa vegferð. Við erum með forseta Íslands sem lítur framhjá því að hún hafi ábyrgð gagnvart Íslandi og frelsi að taka þátt í umræðuna og leggja sitt að mörkum. Hún hefur aðeins komið fram einu sinni svo ég viti í þessari umræðu og talað að menn eigi að tala rólega og allt sé í boði og þetta sé ekki afgerandi því að við höfum tækifæri til þess að kjósa þessa stöðu á ný. Þú sem heyrir mál mitt, ég bið þig að íhuga hvar forysta okkar Íslands í dag til að standa vörð sjálfstæði landsins. Er það einhvers virði? Sjálfstæði sem við höfum barist fyrir, á ég að segja frá 1262, á ég að segja frá 1851, eða á ég að segja frá því að við náðum þeim árangri að sækja landhelgina úr 3 mílum og áfram í 12 og 50 í 200. Hvers virði er þessi barátta sem var unnin af samhuga þjóð sem lagði af stað í baráttu með lítil skip á móti ógnarvaldi Breta sem sigldu á litlu skipin okkar og ætluðu ekki að leyfa okkur að ná því marki sem við lögðum af stað með. Hvað þýddi þessi sigur? 200 mílur. Hún þýddi það að við erum með stærsta sjávarútveg í Evrópu og stærstu möguleika til ennþá meiri afreka gagnvart þeim dýrmætu möguleikun sem hafið, djópið og allt sem tengist hafinu er. Ætlum við að gefa það eftir án þess að forseti Íslands átti sig á því hvað í húfi, án þess að forsætisráðherra gerir sér grein fyrir því hvað að tefla, segja að hún ætla ekki að gera neitt í plati, segja að hún sé tilbúin á ákveðin í að selja landið okkar dýrt. Hvað þýðir það? Í hvers höndum eru við að vera með forystu landsins í þessum höndum? Og ég segi meira. Hver stjórnar umræðunni og samningaviðræðunum ef við segjum já? Hver? Eftir stjórnskipan okkar er það utanríkisráðherra. Treystum við utanríkisráðherra sem nýbúin að segja og erlendis að það sé sjálfsagt að skoða það að við
Borgum inngönguna með að borga kostnað Svartfjallalands sem hefur beðið í 13 eða 15 ár eftir inngöngu en Evrópusambandið vill ekki fá þá inn vegna þess að þeir þurfa að borga minnstakosti 50 milljarða ári næstu ár til hjálpar þessu landi. Áttu við okkur ekki á hvað já þýðir? Ykkur finnst ég tala hratt og hart, en það geri ég vegna þess að mér svellur í huga gagnvart því að tapa sjálfstæði Íslands. Þakka ykkur fyrir.